Brynjar týndi sonurinn snýr heim og kemur að sjá uppeldisfélagið vinna sigur á Haugum og senda það niður í fyrstu deild. Þér var skemmt? Gríðarlega. Nei, þetta var kannski ekki alveg skemmtilegasti leikur sem maður séð, en sigur er sigur og KR-ingar þurfti á þessu sigur að halda til að eiga vona á öðru sæti. Þannig að þetta var gríðarlega mikilvægur sigur og leiðilt fyrir Hauka að falla, en svona er boltinn. Nú eru þínir KR-ingar að fara að gera eitthvað sem þú gerir ekki í ár, það er að spila í úrslitakeppninni. Við ætlum aðeins að grípa og ræða úrslitakeppnina í Svíþjóð. Kollega þínir úr landsliðinu er að fara að hefja leik. Eigum við að byrja á Loga og félögum í Solna? Já, þeir eiga erfiða viðureign fyrir höndum á móti Södertälje. Södertälje er búin að vera beittir allt í tímabilið og Solna núna búin að ganga illa við unnu og þar á meðal núna fyrir tveimur leikjum síðan og þeir töpuðu síðustu 4 leikjunum og ég held að þeir annarkvort tapi 3-1 eða 3-0. Auðvitað vona ég að vinni en með svona þeirra spilamennsku þá býst ég sigur í Södertälje. Búið að fjara aðeins undan Solna í síðustu umferðirnar? Já, þeir byrjuðu gríðarlega illa en voru að spila á útivelli, en síðan unnu er 7 leiki í röð held ég og maður held svona að þeir var að fara að ná kannski í 3. eða 4. sæti, en allt í einu fóru að tapa aftur og þá endur þeir í 7. sæti og eru bara ekki á nógu góðu róli til að fara áfram í undanúrslitum. Við tölum Helga og félagi í 0-8, þeir voru liðið sem þið voru að berjast við þetta, loka sæti í úrslitakeppninni. Hvernig metur möguleika þeirra? Ef að Norrköping mætir ekki til leiks, þá eiga þeir séns að vinna 1 leik. En Norrköping er með það breiðan hóp og reynt lið að þeir taka þetta 3-1 eða 3-0. Því miður fyrir 0-8, þeir eru með skemmtilegt lið, þetta er mikið lið. Það sem þeir höfðu fram yfir okkur, þeir spiluðu miklu meira sem lið held ég og það skilaði þeim sigri. Fleiri sigurum heldur en okkur. En því miður fyrir þá er Norrköping gríðarlega sterkt lið þrátt fyrir að vera að tapa á móti liðum eins og Örebro í næstsíðustu umferðinni. Þá eiga þeir erfiða seríu fyrir höndum. Þeir eru deildarmeistarar, Norrköping, og eru þeir sigurstranglegastir jafnvel að þínum mati? Já, ég veit ekki, ég get ekki eitthvað sagt hver vinnur eða hvaða lið ég held að vinni. Það er gríðarlega erfitt, ef að Sundsvall, ef að þeir hitta á rétta gír og Pavel kannski kemur inn í þetta, þá eru Sundsvall ansi líklegir og LF lendir í 7. sæti, ég ætla ekki að afskrifa þá heldur. Þeir fengur Rúdi með Bemba aftur núna í síðustu umferðum og hann getur sannarlega breytt seríum. Eins og segir hérna Sundsvall og LF eru að mætast. Sérðu Sundsvall svona líka gera tilkall í að verja titilinn? Já, þeir eru náttúrulega mjög líklegir. Þrátt fyrir að lenda í 3. sæti eða 3. eða 4. þá eru gríðarlega líklegir til að vinna titilinn. Ef þeir vinna Norrköping í undanúrslitum, þannig að það er gríðarlega erfitt prógram. LF í 8. og ef við taka þá verða Norrköping og þannig að þetta verður svakalega rimmur, en þeir eru ansi líklegir held ég. Við rættum að deildirnar hérna í Svíþjóð og Íslandi eru kannski svipaðar að því leyti. Þetta er svona frá öðru sæti og niður í næsta sæti, þetta er bara hrærigrautur. Já, og ef við hefum kannski unnið eitthvað sem jöfnum leikir sem við vorum að spila, þá hefum við getað endað í 3. sæti þessuna. Ef við hefum unnið 6 fleiri leiki, þá hefum við bara verið í nokkuð góðum málum. Eru þið þá Haukar í Svíþjóð? Já, allir það ekki. En við fjallum ekki. Það fellur enginn í sænsku úrvalsdeildinni? Nei, hún er lokuð deildin, þannig að það er væntanlega 1 lið að koma núna og þannig að það verður mjög líklega 11 lið í deildin á næsta ári og Stockholm Eagles, serbneskt lið með mikið pening. Hvað með sjálfan þig? Ertu að fara aftur til Svíþjóðar með 2 ára samning? Nei, ég bara veit það ekki. Eins og staðan er í dag er ég komin heim og ég tek minn tíma að skoða mér mál. Þetta langar mig aftur út en það stefnan er sett út en maður veit alltaf að góðu lifi hérna heima. Glæsilegt Brynjar, takk fyrir þetta og góða skemmtun að fylgjast með íslensku og sænsku úrslitakeppninni. Já, þakka þér fyrir.